Mengunarslys við Gvendarbrunna gæti valdið ferskvatnsskorti á stórum hluta höfuðborgarsvæðisins mánuðum saman, jafnvel í allt að ár. Þetta leiddi æfing vitna og almannavarna í ljós. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, lýsti yfir miklum áhuga á mögulegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið á blaðamannafundi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í Varsjá í dag. Tusk leysti Kristrúnu út með prins Pólo. Það fór lítið fyrir stefnumálum í stefnuræðu forseta Bandaríkjanna í gær. Hann hrósaði eigin embættisverkum í hástert og í ræðunni mátti greina fjöldan allan af staðreyndavillum. Eftir langvarandi snjóleysi á suðvesturhorninu tók loks að snjóa á ný svo munaði. Á meðan ökumenn sátu fastir í umferðinni tók ungviðið mjöllinni fagnandi. Hreinkálfur fæðist í mannheimum í sumar. Ómskoðun leiddi í ljós að hreinkvígan sólhyrna í fellum á von á sér. Það gæti orðið byrjun á fulltaminni hjörð, segir eigandi hreindýragarðsins. Komið þið sæl. Æfing veitna og almannavarna leiddi í ljós alvarlega veikleika í öryggi við megin vatnsból höfuðborgarsvæðisins. Bílvelta þar sem 100 lítrar af dísilolíu myndu leka út í Gvendarbrunna gæti þýtt margra mánaða vatnskort. Í 116 ár hafa íbúar suðvesturhornsins fengið ískalt og ferskt vatn úr Gvendarbrunnum, einu megin vatnsbólu höfuðborgarsvæðisins. Sinubrunni helgina vakti athygli á því hversu lítið mætti út af bera til að brunnarnir menguðust og vatnið yrði ódrykkjarhæft. Sinubrunni þó líklega einna saklausasti vandinn. Þetta svæði sem að flestir höfuðborgarbúar þekkja bara býsna vel. Hérna eigum við mörg leið yfir sérstaklega sumarið, útivistarparadísin Heiðmörk. En þetta líka vatnsból Reykvíkinga. Þegar við skrúfum frá krananum kemur vatnið að stórun hluta akkurat héðan. Og í æfingu sem Veitur og fleiri gerðu kom í ljós að lítið slys akkurat hér getur haft afdrifaríkar afleiðingar. Á æfingunni fór jeppi út af veginum á milli Gvendarbrunna og Myllulækjar. Engin tilkynnti slysið og það var ekki fyrir neytendur tóku að kvarta undan skrítinni lykt og bragði sem eftirlitsmenn fóru á vettvang. Fundu ummerki hugsanlegt umferðarslys en gátu ekki metið hvernig slys hefði orðið eða hvort efni eins og olía hefðu borist út í umhverfið. Að lokum reyndist óskup venjulegur díseljeppi hafa farið út af og 100 lítrar af díselolíu runnið í hraunið. Lykt og bragð gefa vísbendingu en á æfingunni tók nokkra stund að fá mengunina staðfesta. Og þetta snýst ekkit bragðvont vatn eða illa þefjandi, það einfaldlega ekki hæft til neyslu. Verði svona atvik tekur drykklanga stund að koma öllu í samt horf. Því að við höfum þá ekki í rauninni neysluvatn í einhverja vikur, það kemur í ljós, í vesturhluta höfuðborgarinnar sem þýðir að við getum ekki drukkið vatn úr krönunum beint og við getum ekki notað í matvælaframleiðslu og við þurfum mögulega, auðvitað þetta allt byggt á líkum, þetta gerðist ekki, þetta var æfing, þurfum mögulega að loka annarri stofnaðin okkar í heilt ár meðan að við erum að ná að skola út því að olía það sem við höfum mestar áhyggjur af. Olíuslys það sem við höfum mestar áhyggjur af því að það efnið sem erfiðast að losa úr kerfunum okkar og getur valdið alvarlegri mengun. Við þær kringumstæður þyrfti að útvega íbúum vestan Elliðaáa, stofnunum og fyrirtækjum neysluvatn á meðan hreinsun og útskólun stæði yfir. Sérstaklega þyrfti að huga að viðkvæmum notendum eins og heilbrigðisstofnunum og matvælaframleiðendum. Við erum að skoða mjög vel áfallaþol gagnvart Landspítala og við hefðum náttúrulega sett það í forgang að hann hefði aðgengi að köldu vatni. En það eru elliheimili, viðkvæmir notendur á ýmsum stöðum sem við hefðum þurft að setja í forgang og sviðsmyndir sem vorum að skoða var að keyra í tankbílum vatn til dæmis þegar við viðkvæmir nota það. Veitur eiga reyndar enga slíka tankbíla. Hérna á höfuðborgarsvæðinu, hórum bara til nýlegra atburða, getur runnið hraun, sannarlega meðal annars yfir vatnsból. Við þekkjum það, þið þekkjum það sannarlega frá erlendum kollegum ykkar að undanfarin misseri og ár hafa innviðir að þessu tagi verið vinsæl skotmörk spellvirkja, hvaðan sem þeir koma. Hvað með slíkar sviðsmyndir? Erum við undir slíkt búið? Hvernig það gæti kerfið tekist á við slíkt?
Það er hluti af þessu. Það er hluti af þessu að við erum að hugsa núna mjög strategískt. Við þurfum að efla áfallaþol þessara þjóðar eins og allar þjóðir þurfa að hugsa núna. Fyrsta varnarlína í áfallaþoli okkar samfélags eru orku- og veituinnviðir. Og það er ekki tilviljun að þeir eru skotmörk og þeir eru ekki bara skotmörk, við heyrum mjög mikið frá Úkraínu, en þeir eru skotmörk á Norðurlöndunum. Það er verið að ráðast á vatnsveitur á Norðurlöndunum. Þannig við þurfum líka að huga að, aðgengismálum, við þurfum að huga að hversu auðvelt er að hafa aðgengi að því að gera eitthvað við innviðin okkar og við þurfum að hugsa að reyna að koma í veg fyrir það sem hægt er að koma í veg fyrir, en við getum aldrei komið í veg fyrir allt. Fyrsta skrefið, segir Sólrún, það sem myndi mestu breyta og það væri að gera vatnsbólinn betur af og banna umferð í nándviði. Til þess að slys, eins og það sem varð á æfingunni, geti ekki átt sér stað. Og að öðru. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segist tilbúin að virða sérstöðu Íslands í mögulegum aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Tusk hitti Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra í Varsjá í dag og leysti hana út með prins Pólo. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, var ekkert að draga úr áhuga sínum á því að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið. Hann margítrekaði þetta á blaðamannafundi með Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, hér í Varsjá í dag. Kristrún var nýkomin frá Úkraínu, hafði aðeins verið í Póllandi í nokkra klukkutíma þegar hún mætti á fund með Tusk og síðan á blaðamannafund. As I said, I would be more than happy if Iceland will be part of our community, even if the community should change for this a little bit, to be more flexible, and I'm ready to, together with Kristrún, to work on this. It is in our common interest. Hvað fannst þér þessi ítrekuðu ummæli Donalds Tusk að Ísland ætti heima í Evrópusambandinu og hann vildi gera allt til þess að svo yrði? Ég held að það sýni að það áhugi meðal leiðtoga Evrópusambandslanda á Íslandi. En það sem ég fannst kannski merkilegra að maður eins og hann sem hefur nú verið hátt settur innan Evrópusambandsins sé meðvitaður mikilvægi þess að þjóð eins og Ísland, land eins og Ísland fái að halda í sérstöðu sína. Og það kannski eitthvað sem að Evrópusambandi í heild sinni farið að hugsa varðandi mörg ríki, en þá sérstaklega kannski varðandi ríki sem eru vestan í álfunni. Í lok blaðamannafundarins í dag rak Kristrún svo upp stór augu þegar Tusk dró prins Pólo upp úr jakkavasanum og gaf henni í kveðjuskyni. Það kom mér á óvart, en mér fannst það mjög lýsandi fyrir samband þessara ríkja. Það er vinalegt, það er hlýtt, fólki þykir vænt hvert annað milli þessara þjóða og mér þykir vænt þetta prins Pólo og ég hlakka til að gefa pappa. Pabbi, þetta er fyrir þig. Viðtalið við Kristrúnu í heild aðgengilegt inn á ruv.is. 7 gámar af raforkubúnaði frá Landsneti Veitum og Norðurorku verða sendir til Úkraínu í vikunni. Andvirði búnaðarins talið hlaupa á tugum milljóna en tengivirki úr Hrútafirði á meðal þess sem fær nýtt líf í Úkraínu. Síðan innrás Rússa hófst hafa ráðist markvisst á innviði í Úkraínu og þannig svipt milljónir rafmagni og hita í miklum frosthörkum í landinu. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, greindi frá því í fréttum í gær að auk þess að senda búnaðinn setji Ísland 800 milljónir króna í orkutengda sjóði til styrktar Úkraínu. Öll þjóðfélög í dag ganga fyrir rafmagni. Þannig að bæði líf fólks og þeir innviðir sem eru í viðkomandi þjóðfélagi lamast þegar rafmagnið vantar. Landsnet Veitur og Norðurorka útvega 7 gáma af búnaði og senda út í samstarfi við utanríkisráðuneytið. Það er svona ýmislegt sem þarna að finna en það sem kemur frá okkur Veitum eru svona helst spennabúnaður sem svona íhlutir sem má líkja við svona lykillíffæri í hjarta- og æðakerfi líkamanns og þetta náttúrulega skotmörkin sem verða einhvern veginn alltaf fyrst undir í svona stríðsrekstri. Við erum að taka niður tengivirki sem í Hrútafirði sem búið að vera í rekstri hjá okkur og með reynslu en í góðu formi. Rífa það í heild sinni niður vegna sem við erum búin að byggja nýtt tengivirki sem þá inni tengivirki og erum að flytja það í heilu lagi til Úkraínu. Ýmiss konar búnaður frá Norðurorku og Akureyri komin til Reykjavíkur og í gám á leið til Úkraínu. Ég treysti því að þetta muni gagnast úkraínsku samfélagi að svona endurreisa ákveðna svona hluta kerfisins sem hafa verið skemmdir. Allur búnaðurinn notaður í góðu ástandi.
Andvirði hans talið hlaupa á tugum milljóna króna. Við viljum auðvitað taka þátt í þessu og það voðalega gott að vera í þessari aðstöðu að hafa þennan búnað tilbúinn til þess að geta afhenta. Og það skemmtileg tilviljun að það þannig. Þetta búnaður sem við erum að afleggja, þó hann sé í góðu lagi. Við ákváðum að byggja loku tengivirki eftir óveðri 2019 til þess að verja okkar þjóð betur. En í þessum aðstæðum, þar sem að veður ekki eins válit eins og Íslandi, þá passar þetta fínt. Rekið var dustað af snjóruðningstækjum höfuðborgarsvæðisins þegar það tók að snjóa hressilega í fyrsta skipti síðan í október. Nú Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður á ferðinni. Hólmfríður Dagný, hvernig hefur umferðin verið í dag? Já, hún hefur auðvitað bara gengið hægt eins og oft á svona dögum. Það hefur verið gul viðvörun í gildi á höfuðborgarsvæðinu. Hún reyndar að renna út bara núna en það ekki frábært veður. Það bara slitta og rok. Og þungfærð víða eins og efri byggðum í Reykjavík og svona stærri brautum í kring eins og Reykjanesbraut. En hjá okkur Hjalti, þú ert yfirmaður hjá Reykjavíkurborg, hvernig hefur gengið að moka í dag? Það hefur gengið ágætlega. Við byrjuðum náttúrulega í nótt að kalla út á stoppbrautir og stoppstíga hjólaleiðirnar og síðan hvíldum við fólkið og byrjuðum aftur upp á 2 þegar byrjaði að snjóa mikið og verkefni hefur gengið alveg ágætlega nema það að þegar svona mikil umferð við þurfum að kalla inn í umferðatíma þá gengur verkefni hægar en hefur gengið bara prýðilega mjög við það og líka hefur við lagt áherslu á hjólastíga, setjum þá að pari við stoppbrautir í akvegakerfinu og það hefur gengið ágætlega líka. En þetta svona blautur snjór og það að rigna ofanjá núna. Ekki hægt við að það myndist bara svona svellbungar á götunum? Það getur alveg gerst, en við erum náttúrulega búin að salta allt, þannig að saltið ætti að hjálpa okkur, en stundum þjappa bílarnir niður, sérstaklega ef við höfum ekki komist út á umferðinni í dag. Þannig ég ætla bara að biðja fólk að fara varlega á ákveðnum vegum í borginni, vegna þess að það gæti hafa þjappast niður snjór og myndast hálka vegna þess að við höfum ekki komist út á umferð. Við tökum undir það að biðja fólk að fara varlega. Það gul viðvörun í gildi á morgun á Vestfjörðum en við kveðjum héðan frá Mjóddinni. Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, og hingað kominn Óli Þór Árnason veðurfræðingur. Þetta var langþráður snjó fyrir marga á höfuðborgarsvæðinu í dag, kannski ekki alla, en hann stoppar ekki lengi við. Ekki hérna á láglendinni. Hann mun taka mjög mikið upp í kvöld og nótt og svona fyrri partinn á morgun, kannski fram undir hádegi. En svo snöggkólnar þegar að norðvestanáttin kemur inn með þegar lægðin fer hjá, en það mun allavega til fjalla eins og Hellisheiði og svona Mosfellsheiði, þar mun líklega lítið taka upp eins og þar. Já, þannig að það ekki þungfært á þessum slóðum hérna í nágrenni Reykjavíkur. Nei. En þessi bakki, hann fer síðan, bara einnig helst yfir Vestfirði. Hverju mega menn búast við þar til dæmis? Í kvöld þá bakkinn kominn, hann núna á leiðinni bara norður eftir, það náttúrulega sunnanáttin sem að breyta úrkomunni yfir í rigningu hjá okkur núna þessa stundina, í raun að íta þessu bakka norður eftir og verður yfir Vestfjörðum í kvöld og það mun snjóa þar í nótt og megni á morgundeginum. Breiðafjörðurinn ætti að sleppa örlítið betur, þar verður kannski örlítið slitta rigningin á milli. En Faxaflóum verður eins og þess að ágætu svona fram yfir hádegi líklega en þá kólnar nokkuð snöggt og frystir. En aftur á móti eins og þess að þá norðvesturhornið, þar verður þetta meira minna bara snjókoma. Já, og þannig að þetta heldur alveg áfram þar og yfir Vestfirðina. Já, alveg út svona eitthvað langt svona fram á seint annað kvöld. Já, eins og sýnir á þessu korti sem í loftinu núna. Já. Og síðan þegar þessi læður raunverulega fer áfram svona austur úr, að þá tekum við suðvestanátt með éljum og það eitthvað sem við höfum nú ekki séð í vetur, þannig að það fyrir suma þykir það mjög spennandi veður. Þú ferð betur yfir veðurfréttirnar, Óli Þór, á eftir að loknum íþróttum, þó við mælum með því að fólk fylgist vel með spánni. Takk fyrir þetta og við snúum okkur allt öðru. Þetta stigmögnun í útlitsdýrkun, segir frístundaráðgjafi í félagsmiðstöðum sölu á ólöglega efninu peptíði sem dæmir unglingar sprauti í sig í von að líta betur út. Ungmenni sem fréttastofa ræddi við höfðu séð efnið á samfélagsmiðlum. Peptíð, keðjur af amínósýrum, gengur kaupum og sölum á samfélagsmiðlum og markasetningin oft sérstaklega miðuð að unglingum. Hefur heyrt af peptífs? Ekki svo mikið, bara svona af og til. Og hvernig þá og hvar? Það bara krakkar sem að tala þetta og segja halda þetta sér svona flott og eitthvað, en ég pæla ekkert í þessu. Já, bara á samfélagsmiðlum og svoleiðis. Og hvað kemur þá upp hjá þér? Bara spreytir og fólk að setja sem fær ræktina oftast. Og hvað hugsaðu þegar þú sér þetta? Fristar þetta þín eitthvað?
Nei, ég ekkert að pæla í svona þannig. Í fréttum RÚV í gær kom fram að tollurinn hefði stöðvað stórar sendingar af efninu sem forstjóri Lyfjastofnunar taldi að hefðu ekki verið raunveruleg lyf heldur eitthvað sem enginn veit nákvæmlega hvað er. Þá hafi einn leitað á eitrunarmiðstöð eftir notkun á efninu. Nokkrar tegundir af peptíðum til sölu á samfélagsmiðlum sem seljendur segja að eigi að til dæmis vinna gegn öldrun, laga húðvandamál og minnka matarlyst. Efnin eru seld í vökvaformi og kosta 20.000 og þeim sprautað undir húð. Við höfum alveg verið var við þessa útlitsdýrkun og þetta rosalega típist og hefur verið lengi umræðan í þessi útlitsdýrkun. En þetta er ná svolítið nýjum hæðum í stigmögnun að fyrst þetta komið í þetta form að þannig að dreifing á þessum efnum sem að þau eru svo að sprauta í sig. Það er auðvitað mikið ágefni, en það kemur okkur ekkert gríðarlega óvart. Á samfélagsmiðlunum TikTok er líka trend sem kallast looks-maxing eða að hámarka fegurð sína. Hefur heyrt af því? Já, alveg frekar oft. Og hvað er það? Það er bara svona oftast algengara með stráka og þá er ég bara að reyna að vera flottari. Erlingur segir að seljendurnir spili inn á óöryggis rólingana. Hann ræddi við ungmennin peptíð. Mér heyristu vera mjög meðvituð að þetta væri ekki eitthvað sem að þeim þetta freistandi en þau eru forvitin og það geta alveg auðvitað þróast hjá einhverjum sem líka kannski ekki virku samtali við foreldra sína. Erlingur segir bestu forvörnin að vera virt samtal milli ungmenna og foreldra hvað þau upplifi á samfélagsmiðlum. Tala þeirra veruleika sem eru samfélagsmiðlanir. Og það þarf að normalisera þetta gagnkvæma samtal við kvöldmatarborðið að þú sért að segja frá því sem þú varst að segja á samfélagsmiðlum sem foreldri og svo öfugt og þá deilir úlingurinn því sem hann sá. Forseti Bandaríkjanna fór víðan völl í lengstu stefnuræðu sem nokkur forseti hefur flutt. Lítið fór fyrir stefnumálum í stefnuræðunni. The President of the United States. Stóru orðin voru ekki spöruð. Hvort sem það varðaði efnahaginn. Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. Handtöku forseta Venezuela. No one's seen anything like it. Foreign leaders, I won't tell you who, called me and they said, very impressive, very impressive. Eða bara heilt yfir. When God needs a nation to work his miracles, he knows exactly who to ask. Trump sló eigið met hvað varðar lengd. Hér sjáum við 10 lengstu stefnuræður forseta í nútíma sögu Bandaríkjanna. Trump á 5 af þeim, Bill Clinton 4 og Joe Biden 1, þá 10. lengstu. Stefnuræðan snýrist minna stefnumálin þeim mun meira hversu margt gott hefði gerst frá því Trump tók við embætti fyrir rúmu ári. En í ræðunni voru líka fjölmargar rangar eða villandi staðhæfingar eins og gamla tuggan víðtækt kosningasvindl og met verðbólgu og galopin landamæri í forsetatíð Bidens. Al Green, þingmanni demokrata, var vísað út úr þingsal. Hann hélt á spjaldi sem ástóð svart fólk ekki apar, sem vísun í myndband sem var deilt á samfélagsmiðli forsetans. Þar var búið að setja andlit Barack og Michelle Obama og líkama apa. Það vakti einnig athygli að Trump myndist sára lítið á Úkraínustríðið og ekki einu orði á Grænland. Gervigreind beitt í síauknum mæli við netárásir, hraðin stöðugt meiri og áskorun dagsins snýst að ná þeim hraða. Fjöldi sérfræðinga samankomin í Reykjavík til að leysa alls kyns áskoranir sem meðal annars beinast að stríðsrekstri. Í Mýrinni í húsi Grósku fer nú fram það sem kallað hackathon á vegum umbreytinga herstjórnar Atlantshafsbandalagsins í Norfolk. Þar sitja sérfræðingar og forritarar frá 21 aðildarríki NATO, alls 140 manns fram á föstudag. Þeir leita leiða til að greina vanda með hjálp gervigreindar, til dæmis við að bæta skráningu særðra og leysa tækniáskoranir. The turning point actually is artificial intelligence. You have more and more sophisticated attack, so you need automated response supported by AI to be able to address these challenges. So this is why Iceland proposed this specific challenge to use AI to better assist the response to counter the more sophisticated attacks. 14 Íslendingar taka þátt og CERTI stýrir því liði þar sem áskorunin snýst að nýta gervigreind til að greina netárásir. Það náttúrulega gríðalegur hraði í netárásum í dag. Það árásarar að nýta í auknum mæli gervigreind til að framkvæma árásir. Þannig að það mikill hraði og
það áskorun í dag að vera í rauninni ná sama hraða og er í gangi í dag. Magni bjartsýnn á að lausnin finnist á þessu hackathoni og því sé vettvangurinn nauðsynlegur til að hitta aðra og finna sameiginlegar lausnir. We've already seen some really advanced solutions coming up. It's been very exciting to see all the hard work that the hackers have been doing. It's very inspiring. I know myself, I'm going to go home and do a little bit of research after this and learn a little bit more about what we can do and where we can take these solutions to next. 2 lið eru frá Úkraínu. Þau mæta með raunverulegar áskoranir beint frá heimalandinu og vilja nýta gervigreind til að greina betur skotmörk, til dæmis hvort vopnabúr að ræða eða leikskóla. We want to learn from international teams and we share our own experience from Ukraine and part of his experience directly from the battlefield. So it will be positive for you? Yeah, definitely. Hæsti turn kirkjunnar frægu Sagrada Familia í Barcelona á Spáni tilbúinn. Efri armur krossins á turni Jesú Krists var settur á síðasta föstudag. Kirkjan svo hæsta í heimi. Nú hæsti punkturinn 172,5 metrar, næstum 100 metrum hærri en Hallgrímskirkja. Sagrada Familia meistaraverk arkitektsins Antonius Gaudí. Framkvæmdir hófust 1882 fyrir 144 árum. Stefnt á að framkvæmdum verða fullu lokið á næstu 10 árum. Kirkjan eitt helsta kennileiti í Barcelona og laðar að milljónir ferðamanna á hverju ári. Es algo maravilloso, espectacular, sí. Aconsejo a todos los turistas y a toda la gente que venga a conocerlo. It is so beautiful, it takes your breath away. It's now the tallest cathedral in the world. Yeah, it's just beautiful, it's awe-inspiring. Parce que je la connais depuis tout petit. Je l'ai toujours vue en travaux et la voir presque finie, découvrir la tour de Jésus-Christ, c'est incroyable. Je peux pas définir mon émotion. Það ríkti spenna í hreindýragarðinum í Fellum þegar fósturtalningamaður kom í heimsókn. Fyrstu ástarævintýrin urðu þar í haust og gangi allt að óskum gæti ræst langþráður draumur fulltamin hreindýr. Á Vínlandi í Fellum eru tarfarnir Garpur og Mosi og kvígurnar hreindýrs og sólhyrna. Þau eru öll fædd í villtri náttúru og kvígurnar ungar. Í haust var í fyrsta skipti von til að þær tækju fang eins og það kallað. Og tarfarnir voru svo trilltir að ekki var komandi nálægt þeim. En Björn varð nú samt vitni að romantíkinni. Já, við erum náttúrulega spennt að því að vita hvort við séum að fá kálfa. Það var náttúrulega, það gekk þetta mikið á í haust á fengitímanum og ég hef fulla vonum að fá kálfa úr allavega annari kvígunni og vil náttúrulega fá úr báðum. Og við fylgdumst með þegar fósturtalningamaður á ferðum Austurland kom og kannaði hvað væri í vændum. Fyrst var sólhyrna tekin og henni mútað með brauði. Hún fekk líka sápu á kviðinn svo að sónartækið sæi í gegnum feldinn. Það kálfur í þessari. Svona. Þetta nú óskýrt hérna, sko. Þetta hreyfir það sig, fætur hérna. Þetta fyrsti hreindýrakálfurinn sem ég sé í ómsjóni. Helviti gott. Stoltur af því. Hún svona hálfgengin. Það var bara einn. Næst var hinn kvígan tekin í sónar hreindýrs. En hún á ekki von á sér í sumar. Það var ég í gegn, þannig sé ég í gegn. Nei, þessi tóm. En samt, einn kálfur á leiðinni. Ég alveg sáttur með að fá kálf. Samkvæmt mínum útreikningum þá kemur hann 16. júní. Björn býst við að kálfurinn eigi eftir að gleðja marga sem koma í garðinn. Hann ráðfærir sig mikið bæði við sama og hreindýrabændur á Grænlandi og reiknar með að kálfur, fæddur og uppalinn í mannheimum, hendi vel til tamninga. Þá verður ekkert svona styggur og brjálæðislega hrædd. Þetta verður bara eins og húsdýr. Þetta getur verið byrjunin af svona lítilli vel tamin í hjörð. En það þetta eðli hreindýranna og þau komu til Íslands fyrir 240-50 árum síðan, öll tamin, saman búin að vera temja þetta í 6000 ár. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að fjalla bráðamóttöku Landspítalans og bráðavanda hennar. Listinn sífellt að lengjast, í dag bættist brunavarnir við sem víst mjög ábótavant. Við ætlum að tala við hjúkrunarfræðing á bráðamóttökunni sem smitaðist af berklum á dögunum og hann upplifir sig ekki öruggan í vinnunni vegna þess að smitvörnum sé ábótavant. Fáum síðan Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans til þess að fara yfir stöðuna með okkur. En í lok þáttar þá ætlum við að fjalla kínverska danssýningu sem var haldin hér á landi í tilefni
kínverska nýjórinu sem gekk í garð þá. Nákvæmlega, Bergsteinn, takk fyrir þetta. Við missum að sjálfsögðu ekki á Kastljósi. En nú ætlum við fá að vita hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins. Bikarúrslitavikan í handbolta hófst í dag með undanúrslitum kvenna. Liðin sem mættust í úrslitaleiknum í fyrra, Fram og Haukar mættust í fyrri leik dagsins. Á föstudag mætir íslenska karlalandsliðið í körfubolta Litáen í undankeppni HM. Þjálfari Íslands nokkuð sáttur með stöðuna á íslenska hópnum, þrátt fyrir að einn leikmaður hafi meiðst illa í dag. Og Bodø og Glimt varð í gær fyrst norskra liða til að komast í 16 liða úrslit meistaradeildarinnar í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum eftir augnablik. Og nú ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Mengunarslys við Gvendarbrunna gæti valdið ferskvatnsskorti á stórum hluta höfuðborgarsvæðisins mánuði saman, jafnvel í ár. Jafnvel allt að ár. Þetta leiddi æfingu vitna og almannavarna í ljós. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, lýsti yfir miklum áhuga á mögulegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið á blaðamannafundi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í Varsjá í dag. Tusk leysti Kristrúnu út með prins Pólo. Hann fór lítið fyrir stefnumálum í stefnuræðu forseta Bandaríkjanna í gær. Hann hrósaði eigin embættisverkum við hástert og í ræðunni mátti greina fjöldan allan af staðreyndavillum. Eftir langvarandi snjóleysi á suðvesturhorninu tók loks að snjóa á ný, svo munaði. Á meðan ökumenn sátu fastir í umferðinni tók ungviðið mjöllinni fagnandi. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næsti fréttatími okkar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að venju finna inn á RÚV.is. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi og minnum ykkur á að athuga veðurspána ef þið ætlið að vera á ferðinni. Verið sæl.